Sigmundur, hverju þakkar þú helst þennan árangur í borginni? Var það moskumálið? Hafi það haft einhver áhrif, auðvitað hefur það haft einhver áhrif, en þá held ég að þau hafi fyrst og fremst kannski leið í því að fólki hefði gjörsamlega ofboðið hversu harkalega var ráðist á oddvita flokksins í borginni vegna þess máls. Það er að segja að athugasemdir hennar skuli ekki hafa vakið umræðu eða rökræðu, heldur bara beinlínis oft á tíðum ofstopafullar árásir. En ég held líka að sú athygli sem var á flokknum í borginni hafi hjálpað til við að vekja athygli á öðrum málum. Og flugvallarmálið til dæmis hafi reynst stærra mál heldur mann kannski gerðu ráð fyrir, þegar menn allt í einu horfðu fram á það að það verða til meirihluti sem myndi bara láta flugvöllinn fara. Eins skipulagsmálin sem vöktu töluverða athygli og áhersla flokksins á þau mál, og húsnæðismálin líka. Þannig að athyglin auðvitað hjálpaði til við að beina umræðuna að öðrum málum líka. Þannig að það sannaðist þetta, illt umtali betur en ekkert umtali? Já, það er náttúrulega erfitt í pólitík ef að menn ná ekki að láta rödd sína heyrast, ef að það er bara litið framhjá þeim. En það verður að halda því til haga, Sigmundur Davíð, sem þú nefndir á 50. uppstillingardag og gerir aftur og talar árásir og ofstopafullar árásir. Það komu líka innan úr flokknum. Ungir framsóknarmenn lýstu yfir vanþóknun sinni. Maðurinn sem var í 5. sæti á listanum og bað að verða fjarlægður var með mjög krassandi samlíkingar í gær á sinni fésbókarsíðu. Gunnar Bragi og Sigrún Magnúsdóttir sögðust ekki taka undir málflutning, þannig að þetta var líka gagnrýni innan úr flokknum. Það var gagnrýni innan úr flokknum, en það voru skiptar skoðanir þessari athugasemdir, en það voru ekki ofstopafullar árásir. Það var gagnrýni vegna þess að það voru ekki allir sammála um þetta. En var þetta eitthvað útspil sem að þú vissir af? Nei, þetta var ekki einu svona útspil, hvorki útspil sem ég vissi af nýja aðrir. Þetta bara var einhvað sem hafði verið til umræðun en svona ekki upp á yfirborðinu, og svo held ég að ef ég man rétt að þetta hafi komið fyrst fram í einhverju Facebook-fæslu. En ég vil líka segja það, bara út af umræðunum Moskvu og það mál allt saman, sem ég ætla ekki að fara út í hér. En ég held að íslensk stjórnmál hafa vissan hátt glatað sakleysi sínu í þessum kosningum. Og það var forsætisráðherra í lófalagi að stemma þessa á að ósi, hann kaus að gera það ekki. Ég held að það skipti okkur og öll miklu máli að við núna einhendum okkur í það að opna málefnulega umræðu innflytjendamál, útlendingamál. Við viðurkennum það að það er eðlilegt og fullkomlega málefnulegt að hafa ótta í brjósti stöðu sína og fólk frá framandi löndum, en það er líka grundvallaratriði að við höfum hér land þar sem að við bjóðum fólk velkomið og við finnum leiðir til þess að leyfa fólki af ólíkum uppröðum að njóta lífsins. Sigmundur, líka beinast við að þú svarir þessu? Já. Það var þér í lófalagið að stemma á að ósi og Íslands samfélag tapaði sakleysi sínu svolítið? Já, ég veit ekki alveg hvað Árni Páll á við með því, en þegar er komið ástand þar sem að er verið að ráðast mjög harkalega á einn frambjóðanda út af einhverju túlkun mann á því hvað hann hafi verið að hugsa þegar hann sagði þetta, og svo farið að leiða menn fram til þess að láta þá vitna gegn viðkomandi og jafnvel að fordæma viðkomandi. Þá náttúrulega væri það ekki til þess fallið að leysa málin eða setja einhver loka einhvern pott að ætla að fara að taka þátt í því. Það er óheillavænleg þróun. En ég get verið sammála Árna Páli um það að það er alveg tilefni til þess að taka uppbyggilega umræðu þessi mál, þennan málaflokk, tilefni til þess. Þannig að vonandi getum við bara öll gert það í sameiningu og með ábyrgri rökræðu.